Og við ætlum að taka svona 10 til 12 mínútur þar sem við ætlum að bara hugleiða orð Guðs og Jesú Krist og þessi vers sem að Einar var að tala í kvöld. Þannig að ég ætla að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir og bara draga djúpt inn andann. Í Jesú nafni þá legg ég þessa hugleiðslu, þessa bæn í þínar hendur, Drottinn. Í Jesú nafni þakka þér fyrir að hvert það orð sem kemur af vörum mínum orð sem þú hefur smurt og þú hefur valið, Jesús. Verið þinn vilji fyrir hvert og eitt okkar hér í kvöld. Og ég þakka þér fyrir að þú smyrð hjart okkar, að þú smyrð orðin okkar. Í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir, Jesús. Ég þakka þér fyrir, Faðir, að ég opna hjarta mitt fyrir þér og ég tek við orðið þínu inn í hjarta mitt núna. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú fyllir hjarta mitt og sál mína og huga minn af orðið þínu núna. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú setur sannleika þinn og ljós þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég tek við þér, Jesús. Ég tek við þínu orði og ég vel að trúa á þig, Jesús. Og ég vel að trúa orði þínu, Faðir. Og ég biði Drottinn að í hvert sinn sem ég les orð þitt, að þá gefur mér trú í hjarta mitt sem í samræmi við þitt orð. Af því að þú ert sannleikurinn. Orðið þitt sannleikurinn. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, náðina sem þú hefur veitt mér. Og ég tek við náðinni í hjarta mitt núna. Og ég vel að lifa og hvílast í þinni náð og í þínu orði. Í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir að orð þitt lækning. Laust sem að smýgur inn í beinin mín. Inn í sálina mína. Inn í hverja einustu hugsun. Og ég þakka þér fyrir að þú, Jesús, hefur læknað mig. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því af öllu mínu hjarta, af öllu mínu mætti og huga að þú
Drottinn skapaði mig í þinni mynd. Ég er skapaður í Guðs mynd. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú setur hungur inn í hjarta mitt og sál mína. Hungur fyrir þínu orði. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú setur skilning, þinn skilning, þína visku, þína speki og þína opinberun í hjarta mitt og huga minn núna. Og ég tala það út að ég lesi í þínu orði daglega. Og ég leyfi orðinu þínu, Drottinn, að móta mig, umbreyta mér og gefa mér alla þá næringu sem þú vilt veita mér, Faðir. Og ég vel að leyfa orði þínu leiða mig, stýra mér og mínu lífi, mínum hugsunum, mínum ákvörðunum, viðbrögðum mínum og hegðun minni. Og í allri minni breytni þá vel ég þig, Jesús. Og áður en að við ætlum að taka bara stutta stunda sem við ætlum bara að hvíla í orði Guðs og leyfa orðinu að umbreyta okkur og lækna okkur og móta okkur, að þá langar mig til þess að biðja fyrir þjóðinni. Amen. Og ég bara bið, Drottinn, núna fyrir þjóðinni, í Jesú nafni bið ég að heilagur andi fari. Eins og vindur eða stormur yfir allt landið. Og ég þakka þér fyrir að þú, Drottinn, setur þitt orðin í hjarta hvers einasta Íslendings, hvers einasta mannsbarn, hverjar einustu mannesku sem er á Íslandi. Í dag, í Jesú nafni, að orð þitt fari inn í hjarta hverjar einustu mannesku hér á landi. Í Jesú nafni, og ég þakka þér fyrir að þitt orð, Drottinn, það breiðist yfir landið og yfir þjóðina núna. Halleluja. Því að þitt orð er kraftur, þitt orð er andi og þitt orð er líf. Og núna bara leyfum okkur að hvíla í orðinu. Og gera ekki neitt á meðan.
Það andi lækningar. Staddur hérna og hann að snerta hjartað núna. Og ég vil að sleppa öllu núna sem ekki frá þér, Jesús. Ég afhendi þér og ég sleppi þér núna. Amen. Orð Guðs að vinna í þínu hjarta og í þinni sál, í þínu líkama og í þinni trú. Og eitt af því sem að gefur okkur meiri trú og sterkari trú að lesa í orðin og þú munt finna fyrir þessu hungri Guðs í orðið. Þú munt finna fyrir þessari sterku þrá og löngu til að lesa orðið og þú munt finna fyrir því að þú elskar orðið. Og þú elskar að lesa í orðin og þú finnur hvað það gefur mikla lækningu og mikla vellíðan og mikinn stórkostlegan kraft að lesa orðið af því að það er næring, það er lækning og það er kraftur og það er líf og það er nákvæmlega það sem við fáum þegar við lesum í orðinu. Halleluja. Amen. Amen. Og megum við bara opna augun hægt og rólega.